Ef að verðbólguvæntingar ennþá 4% þá er ekkert hægt að ná vöxtum almennilega niður fyrir en að það er komið niður. Ég óttast að pínu að ef við förum ekki að taka svolítið hressilega til í ríkisfjármálum að þá séu að fara að horfa á svolítið langtímavextina drifta jafnvel hærra á Íslandi. Minnstu kosti ekki lækka mikið. Seðlabankinn er auðvitað komið með vextina það hátt upp núna og nú vitum við bara að hann mun ekki sleppa takinu. Fremsta heimsveldi í heimi, höfum Bretland á með, þetta var alltaf þessi samkeppni. Að vera með krónuna, hefur verið mjög gott fyrir okkur oft í gegnum tíðina, en það er svolítið þessi verðtryggða króna sem að mínu mati er að við erum að sjá svolítið núna hvað er rosalega erfitt að stýra hagkerfinu með hana. Segjum sem svo að við færum í þá stöðu, þá færum við að sjá vanskil. Framsóknarflokkurinn mætir og segir það verður enginn hérna í vanskilum og leiðréttir ástandið, skilur við. Já, það er auðvitað hættan og þannig hafa stjórnmálin verið að hæða sér og ekki síst í kringum kjarasamningana líka og það er auðvitað stór hluta sem ekki rætt að hinga til er að bara ríkisfjármálin eru útþenslusöm, eru bara í 10% hagvexti var halli á fjárlögum og það er magnað. Það er svo ótrúlegt og svo kemur út í kjarasamningunum alveg gríðarleg þáttaka hjá ríkinu þannig að til þess að ég segi fyrsta skrefi til þess að verðbólga byrja að lækka að þurfum við að sjá skýrari merki frá fyrirtækjum að þeir séu sem við erum alveg byrjuð að sjá að þeir séu að draga úr ráðningum töluvert og jafnvel bara byrja að segja fólki og við þurfum að sjá, það þarf að fýta inn í neysluhegðun fólks sem að byrja að segja sem gæti kannski gerst næsta haust. Það er bara ein teiniferð. Bara ein teiniferð, sleppa bílnum, ekki kaupa jafn dýr eða mikið húsgögnum, það sem fólk byrja að spara við sig almennt séð og þá munum við byrja að sjá meiri samkeppni líka, þá lengist í útsölum, verð getur lækkað, við erum ekki að sjá það eins og bara þessum dæmi, ég meina festi byrtu uppgjöru daginn, gengur bara mjög vel hjá þeim bara að ná að halda góðri framleið, auka framleiðina, það er allt merkjum að bara, það er bara mikil kaupmáttur ennþá í kerfinu og fólk hefur að nógu gott og í útstænslu sem ríkisfjármálum fólk að skipta lánunum sínum úr óverðtryggð í verðtryggð og kannski meir en helminga greiðslubyrðina sína. Þetta er ekkit gróslega góðu jarðvegur til þess að hagkerfið sé að hægja á sér en svo getur þetta líka komið utan ég meina ef að heimshagkerfið er að fara að hægja mjög hratt að sér þá mun það hafa mikil áhrif á Ísland. Já. En auðvitað ég má samt ekki gera lítið því að ég held að fyrirtæki séu að finna mjög vel fyrir vöxtunum, fyrirtækin eru mun síður í verðtryggðum vöxtum, þau skulda miklu meira fljótandi vexti þannig að ég held að það sé alveg úr merkinu á komufærðarþjónustunni sjávarútvegurinn hefur verið slappur líka þannig að ég held að sé alveg að koma svona input víða aður á hagkerfinu sem geta byrjað að breyta þessari sameiginlegu hegðun fyrirtækja og neytenda sem byrja þá að draga úr einkaneysslunni, byrja að draga úr umsvifum og það er jarðvegurinn held ég sem að gæti þá mögulega að skapa grunn fyrir lægri verðbólgu og vegna þess að það er svo sem það er engin verðbólga þannig sé að koma sprett upp í kerfinu nema á húsnæðismarkaðnum akkurat í dag. Ég meina verðbólga án húsnæðis er held ég 4%. Krónan hefur verið mjög stöðug. Það er svona smá verðhjöðnunar kraftur í heiminum svona frekar að yfirvinna verðbólgukraftin. Þannig að ef við náum ekki verðbólgunni svolítið niður núna í haust og inn í vetur þá lýsum við nú ekki á hlutina þá erum við held ég mögulega í verri málum en ég held Hvernig er það? Út af því að ég tel að Íslendingar séu alltaf degröð þjóð og ég held að það sé erfitt að færa rök fyrir öðru að ég hef búin að vera að skoða svona olíuverð sem er búið að vera að falla, það er verðhjöðnun á ákveðnum svona ráfurum sumar eins og fágætismálmar og fleira þvíumlykt er náttúrulega hækki verði út af því að það er meiri eftirspurn eftir því en ég velti fyrir mér ef það er verðhjöðnun til dæmis eins og í Kína og annar staðar í heiminum þar sem að við eigum mikil viðskipti við getur það kynnt undir verðbólgu hérna þar sem að er að verða aukin viðskipti og aukin svona kraftur í hagkerfinu út af því að kannski verð á vörum erlendis frá eru ódýrari er hægt að fara rök fyrir því? Mér finnst það hæpið, ég held að það gerist mjög hraðar, ég meina eins og sér eins og bara í Bandaríkjunum núna verðbólguvæntingar þar hafa verið að lækka mjög mikið undanfarið
raunin til lengri tímar að komur undir 2% verðbólgumarkmið bankans og bara marga, þannig að þetta, við flytjum bara inn það mikið þannig að ef að við okkur tekst að samena þetta að nýta okkur að ákveðna verðhjónuna streyma að utan og kæla neyslun á Íslandi, þá held ég það skilir sem ég hratt í lægri verðbólgu. Þannig að en það svona eins og segi, maður oftast verðbólgan hefur hins vegar verið þrálátari og og ég minna það endurskoðun ákveðin í kjarasamningum og ýmislegt fleira og kosningar framundan, þannig að þetta er rosa brothætt líka. Já, nei, ég bara velta fyrir mér sko, því að við erum að tala fólk verðbólgan svolítið drifin af neyslu, við erum eiga mörg viðskipti. Já. Og ég er bara að pæla hvort að ef að skildi koma til með að hlutir verði ódýrari, að það verði fleiri viðskipti. Já. En það er kannski ólíklegra. Já, ég held að það sé ekki líklegt. Það er gott, við fögnum því. Á eins og ég er náttúrulega ekki hagfræðingur, þannig að þú veist kannski að spyrja einhvern sem hefur stúderað betur svona skurðbletti framboðs- og eftirspurnar í þessu samhengi. Já, akkurat. Það velti ég fyrir mér sko svona utanaðkomandi aðstæður. Það er stríð víðsvegar. Mikil svona ólga, við erum eins og sjá í Bretlandi, þá núna náttúrulega miklar óeirðir með þegar við erum að tala saman, það er svona rosalega svona skrítin stað í heiminum, maður finnur alveg fyrir, maður er búin að finna fyrir í svona tíma, það er að verða ákveðin svona stemningsbreyting mjög mikið í hennum vestræna heim, það er að verða svona harðskeyttari samskipti á svona ýmsa toga og ekki bara innflytjendamálin, heldur bara svona hinn ýmsu mál sko í svona óstöður heimi þegar þú ert búin að vera svona áhugamaður skuldabréf sko núna þegar að ríkið er búið að vera að keyra rosalega mikið á mikilli þenslu, jafnvel í 10% hagvexti sko þegar þú ert að meta skuldabréf, ertu að horfa eitthvað mikið í þessa stöðu erlendis? Er hægt að kostnaða með þetta einhver svona utanaðkomandi aðstæður og hvernig það myndi koma til með að hafa áhrif á þína stöðu og þín skuldabréf? Já, algjörlega og þú veist, kannski það sem ég hef kannski það sem menn auðvitað fá merkið gegnum erlenda skuldabréfmarkaði, þú veist, þeir eru alltaf oft fyrstir til þess að senda merkin, þú veist, þeir eru langtíma vextir að hækka að lækka, þú veist, hvernig er hallin á, þú veist, hvernig munur og skammtíma og langtíma vöxtum ef að langtíma vexti til dæmis fara undir skammtíma vexti þá hefur það þótt vera mjög örugt merki einhvers konar kreppu, menn sjá að ef að mikill órói eins og til dæmis núna í vikunni þú veist, þá reyndar það, maður náttúrulega lesi mikið hvað var raunverulega knýja þetta verðfall í þessari viku og ég heldur reyndar að stutta svarið að enginn veita raunverulega vegna þess að það eru svo margir þættir sem eru í gangi. En það sem ég held eins og vera það að Bandaríkin til dæmis séu auðvitað með gríðarlega fjárlaga halla sem þeim tekst auðvitað að fjármagna meðan þeir eru ennþá svona sko ekki bara dominant herrlega heldur líka, þú veist, það er þetta ákveðna þessi yfirbyrðu Bandaríkjana í menningalega og viðskiptum skilur viðskiptum og ekki síst sko innovation, ég meina öll stærstu tæknifyrirtæki í heiminum eru meira og minna að koma frá Bandaríkjunum. Þeir eru byrjað að færa náttúrulega hvað maður að segja, örfluguframleiðsluna meira til sín eða á sitt yfirráðasvæði sem er náttúrulega greiðlega mikilvægt eins og menn segja, ég meina Bandaríkin innovata, Evrópa regulata og Kína kópera, þannig að þetta er svona þessi þríliða í efnahagskerfi heimsins. Þannig að meðan allan að Bandaríkjumenn hafa þessa sterku stöðu, þá teksti maður að komast upp með að vera með tiltölulega lága langtímavexti þrátt fyrir 7% fjárlaga halla og engar vísbendingar frá núverandi frambjóðendum í Bandaríkjunum að það muni eitthvað minnka. En ég horfa þetta fítast inn í hvað lesi úr skuldabréfamarkaðnum til dæmis í Bandaríkjunum og ég finnst mjög eðlilegt að bera hann einhver litið saman við Ísland. Ég miklu síður bera saman evrópska skuldabréfamarkaði við Ísland þess að það ertu bara með svo mörgum mismunandi ríki. Það er bara allt önnur hagsveifla og það er í gangi, það hefur verið sveiflu minni hagvöxtur, það er ekki jafn hár hagvöxtur, það er meira atvinnuleysi, þannig að evrópska hagkerfið sem eflaust finna lönd sem eru svipuð á Ísland, þá í heild sinni er það miklu ólíkar í Ísland, en ég ber íslenska hagkerfið mjög mikið saman með bandaríska og ég man til dæmis að því ég var að vinna í skuldabréfamiðlun í Kaupþingi í gamla daga, þá voru útlendingar
að kaupa íslensk verðtryggð ríkisskuldabréf á 4%, keyptu mikið af þeim og þá voru verðtryggðir langtíma vextir í Bandaríkjunum til dæmis 2% og það var rauninni þessi vaxtamunur sem að hefur verið gegnum gangandi svolítið frá fyrir hrun og eftir hrun að bara til þess að það borgaði sig að eiga íslenskar eignir umfram til dæmis bandarískar, þá vildur þau fá einhvern vaxtamun til lengri tíma. Og hann hefur verið svona kringum 2% og það hefur rauninni verið ástæðan fyrir kannski að íslenski lífeyrissjóðir rauninni vilja hafa alltaf miklu freka vilja eiga íslensk skuldabrif heldur en erlend. Það verður bara fyrst fyrir nokkrum áru síðan sem að íslenski lífeyrissjóðir byrja eitthvað að kaupa erlend ríkisskuldabrif og þá kannski líklega helst bandarísk. En nú til dæmis erum við í þeirri stöðu að þessi munur á langtíma raunvöxtum í Bandaríkjunum og Íslandi er bara orðið mjög lítill. Hann er búin að vera neikvæður á tíðinbili, hann er kannski í dag núna 0,3%. Það er rosalega lítill munur og þá held ég að það sem að mun meira á núna hortrum að veginn, að ef Ísland ætlar að þessi raunvöxtum munur er náttúrulega fyrst og fremst bara viðhaldið að því að við erum svo stórt lífeyrissjóðskerfi sem er ennþá að kaupa íslensk ríkisskuldabréf eins og þau þurfa þess. Líka hefur bara útgáfa ríkisins á verðtryggðum skuldabréfum hefur bara verið alveg næstuð engin undanfarin ár. Einhverjum vegna þeir hafa verið að hafa mjög lítið trú á verðbólgumarkmiði þannig að þeir vilja frekar skulda overtryggt. En þannig að nú setur þetta combination að ég held að þessi mikli fjárlaga halli erlendis hjá Bandaríkjunum og hann er augljóslega til þess fallin að ýta undir vexti hortur á veginn þegar þessi sterka staða kannski í Bandaríkjana verður ekki jafn sterk og sérstaklega þarf Ísland að vera með miklu aðhaldsamari ríkisfjármál held ég til þess að geta haldið vaxtastíðum niður. Það er lykillinn að því að halda lágum vöxtum í Íslandi er bara aðhaldslítil aðhaldsmikil ríkisfjármál og við sáum þetta meiri segja fyrir hrun þegar að þessu munum var 2%, íslenska ríki skulda ekki neitt, það var afgang en þannig að ég óttast að pínu að ef við förum ekki að taka svolítið hressilega til í ríkisfjármálum að þá séu að fara að horfa á svolítið langtímavextina drifta jafnvel hærra á Íslandi, minnstu kosti ekki lækka mikið og ég reyndar skrifaði nú var nú í viðtalum daginn þess að ég benti til dæmis á að ég til dæmis ekki séð ríkissjóð vera með mikla gjalda eða vænta gjalda á næstu árum bara síðan ég byrjaði að vinna á skuldabréfamarkaði. Þannig að það er svona sérstaklega viðkvæmt ástand ef við förum ekki aðeins að ná tökum á þessu. Nei, þetta er rosalega skrítin staða því að það sem hefur komið mér persónulega óvart er að við vitum að það eru kannski fjársterkari aðilar sem geta fjárfest í steypu og skuldabréfum og hlutabréfum og við vitum að það eru fjársterkari aðilar sem að gera það og það sem að mér hefur komið mér svolítið óvart er hvað vinstri menn hafa litlar áhyggjur af þessu en hægri menn eiginlega líka því að maður einhvern veginn hefur verið að fylgjast með þessu. Það er eins og alþingismenn Sjálfstæðisflokksins og einhverjur örfáar aðrir eru að hafa áhyggjur af aðhaldi ríkisrekstri en það er svo ríkisstjórnin sé einhverju hljóðeinangruðu rými sem er ekki með neitt wifi og þeir bara fá ekki upplýsingar að þeir þurfa einhvern veginn að takast á við aðhaldi ríkisrekstri og ég mér langar aðeins og málar upp mynd segjum sem svo að bara framferð sem horfir og það verður ekkert aðhald þú hækka vextir á ríkisskuldabréfum en það er náttúrulega verður þá gerir ég ráð fyrir aukin misskipting sem hefur verið svona tíðrætt vandamál þeirra sem aðhyllast meiri svona félagslyndari stefnu. Algjörlega. En samt einhvern veginn náum við ekki að taka þessi svona, ég ætla ekki að segja að taka þessi samtölu þegar það er fullt af samtölum sem eiga sér stað en þessi skilaboð einhvern veginn ná ekki í gegn. Nei, það er ótrúlega mikið af fjármagni á Íslandi sem liggur bara í innlánum og svona öruggu fjárfestingu þannig að það er alveg ljóst ef við náum ekki tökum á verðbólgunni og verðbólguvæntingar áfram háar þá þýðir það að Seðlabankinn þarf að vera með hærri raunvexti til þess að raunvextir eru svona eins og bara hversu mikið konsentrate af lyfinu og hversu langa tíma þetta er bara, þú veist að gefa sterkari lyf bara horfa á þannig og það þýðir rauninni að þá ertu bara að flytja fjármagn frá skuldurum til þeirra sem eiga og það er bara fjármagn og þetta er alveg hárrétt hjá þér að
að það eins og að fólk til vinstri sem að telur að ríkið eigi bara geta eitt eins mikið og það einhver annar takir reikningin sem þeir reyndar náttúrulega svo reyna að gera inn í end með skattahækkunum en þetta bein afleiðing af því að vera með lausbörslu ríkisfjármál og sérstaklega í litlu opnu hagkerfi eins og Ísland en ég vil þó kannski að bæta við eldsnögt að sko það alveg rétt sem að fyrst, sem fjármálaráðherra hefur verið að segja að sko vegna þess að hefur svo mikil hagvöxtur að þá hefur vissulega sko skulda hlutfallið ekki verið að hækka en það sem hefur hins vegar gerst og aðal ágefnið að á þessum stutta tíma frá því COVID byrjaði hafa sko innlenda skuldir ríkissjóðs tvöfaldast þannig að þegar í COVID var kannski ríkið að fjármála sig bara 2-3% niður í það, 4%. Nú bara allir staflinn sem ríkið að rúlla undan sér, ég meina þegar konur fóru 0 upp í 200 milljarða ríkisvíxlaútgáfa sem bara eins og yfirdráttur. Það verið að rúlla því á hátt í 10%. Svo að gefa út 3-4 ára skuldabréfaflokka á 8,5%. Þannig að ef að við náum ekki vöxtunum niður núna næstu kannski 2 árum meðan að á sama tíma og við erum að fara endurfjármagna kannski 700 milljarða það eru heildargjald eða plús vaxtareiknaðar afborganir við það getur bætt ýmislegt fleira þannig að við náum þessu ekki niður þá ertu að fara sko resetta þetta alltaf á kannski 8-9% vöxtum versus að þú varst að resetta þetta á 3-4% fyrir nokkrum ára síðan þannig að áhrifin verða svo miklu sterkari í vaxtagreiðslu ríkissjóðs þannig að ég smá ágjörð þessu að ef ríki bætir bara við 30, 40, 50 milljörðum sko ofan á árlega reikning þá mjög erfitt að ná tökum á því það enda bara einhverjum sársauka Já, sko líka þetta einmitt eins og þú nefnir sko þegar að fjármálaráðherra hvort sem að þessi Bjarni eða Sigurður Ingi ég hef báða að tala um þetta sko að það mjög heimskulegt að tala að skuldahlutfall sé ekki að aukast því að skuldahlutfall raunin bara punktstaða sem ber þess merki að það sé framboðsskortur og þetta þá viðbóta krónur sem að annar sem ætlar að koma inn á markaðin þarf að í rauninni að koma með inn á markaðin til þess að geta átt þannig í rauninni sá sem að ekki búin að kaupa sér húsnæði í þessum skilningi þar að segja sá sem með lægra skuldahlutfall til 2 ára sinni eign að næsti sem að kemur inn þarf að koma hann rauninni að elda lest sem að alltaf að fara að síauknum hraða og að það rauninni mjög mikil skammsýni fólkinni því að vera að segja að það sé jákvæðar horfur í okkar hagkerfi út af því að skuldahlutfall ekki að hækka Nei, ég meina sama tíma og það hefur auðvitað ekki að hækka þá hafa samt sko innlendar skuldir hækka úr 700 í 1440 eða vantarlega 1500 milljarðar í dag þannig að ef þú er að reka heimilisbókhaldið þitt og eigi fyrir skilur húsnæðinu væri eitthvað að hækka og eitthvað svona alltaf gengi vel en þú væri búin að hækka skuldaðir 70 upp í 150 milljónir það væri samt alveg og þú væri að borga kannski 2-3 þeirra vexti þú myndir ekkert alltaf bara segja ég meina með við markaðsverð á húsnæðinu mínu eða þá þetta allt frábært Nei, nákvæmlega og líka og pluss það sko ef við horfum líka át í makrósamhenginu ég meina voru náttúrulega með þá stöðu bara við settum hvað var 400 milljarðar eða eitthvað inn á hagkerfið út af COVID og svo byrjaði verðbólgan aðeins að láta sig kræla Vili Birgir segir nei þetta alveg ómögulegt og við settum 8 til 11,72% held ég launahækkanir 2021 og fólk gat fest vextina sína í 4%. Sjálfsögðu gerði það og sjálfsögðu það ástæðan fyrir því að það hækkaði ekki skuldahlutfallið. Það bara því að fólk festi vextina sína. Og eins og ég segi sko, mér var mjög tíðrætt þetta í COVID, þar sem ég nefndi einmitt bara frá 2020 og ég var sagt að ég vildi drepa gamalmenni og eitthvað fleira þvíumlíkt, þar sem ég sagði bara, ok, það verður mikil verðbólga og mikil félagsleg vandamál ef við förum í harðar aðhaldsaðgerðir gegn veirunni. Gott að það gerist ekki, en sko, því að mér langar svo mikið að við sko teiknum upp þessa mynd sko, því að það eru svo margar hreyfanlega breytur. Aðhaldi ríkisrekstri virðist ekki alltaf koma. Ég veit ekki hvað verður eftir næstu kosningar, sérstaklega ef að Kristrún kemst til valda og segir að setja 50 milljarða strax í heilbrigðiskerfið. Sko, ef að, þú sem fjárfestir
með við þessa forsendur, hvað að sniðast sem hægt að gera við fjármagn í dag og hvað að sniðast ég ætla að breyta spurningunni, hvað að sniðast sem að skuldsett fólk getur gert? Og nú held ég að flestir séu kannski þeir sem eru að hlusta eru kannski fólk á mínum aldri eða eitthvað fleira tvíumlíkt og kannski aðeins herra, örugglega margir sem eru með hátt húsnæðisverð sem að eru kannski að fara að losna. Hver er svona skynsamlegasta leiðin ef ekki bara reyna að setja eins mikið inn á lánið og getur? Já, nú að vera að snúa plötunum kannski eins við og kannski myndu sumir segja verða í mótsögnum sjálf mig, en sko eins og ég var að fara að vera áðan að þá eru vextir 9,25 stýrivextir og húsnæðislán í dag eru sýnist mér fljótandi vöxtum svona hátt í byrja 11%. Það þýðir í rauninni að vextinni sem þú ert að borga á húsnæðislánum eru 2% yfir svona fljótandi vöxtum. Þú getur eins og að tekið verðtryggð lán sem ég sýnist vera svona 80% undir markaðsvöxtum. Þannig að bara út frá því myndi ég segja að það er svona viss ástæða til þess að skoða hvort að